Við kveðjum jólin í dag, það er 13. og þá fylgir því að við tökum niður jólaskraut. Sum okkar skreytum svolítið en aðrir skreyta miklu meira. Og hér í Litlu Hlíð á Akureyri búa hjónin Álfhildur Sigurðardóttir og Sigurður Örn Friðriksson. Ég myndi nú segja að þið skreytið meira heldur en flestir sem ég hef nokkuð mann heyrt eða séð. Jú, þetta hefur nú tíðkast í fjölskyldunni. Móðir mín, hún var dansk, hún kom með danska sviðið sem reyndar upprunalega hefur verið þýskir og það var geysilega mikið skreytt heima á Húsavík. Mikið af því var heima tilbúið, músastígar, ég man ekki hvað, hjörtu og plettuð, ég man ekki allt saman. En ég man eftir þess að það var pappírsstjarna sem við fengum frá Danmörku, upplýstjarna, og móðir mín hafði hana í stofuglugganum og þá voru vissir nágrannar sem fögnuðu alltaf þegar stjarnan kom upp. Þá voru jólin komin. En hér erum við með gamla jólaþorpið sem þú kallar svo. Hvaða þorp er þetta? Ég held að þetta þorp hljóti eldis fyrir að vera afrýst. En uppröðuna þessu þorpi sem slíku fékk ég fyrir býsta mörgum árum í Hagkaupum í Reykjavík. Þetta var alveg nýtt fyrir mér. Fyrst keypti ég 2-3 hús, en svo sá ég með hönd og keypti bara alla bóka sem þá fékkst. Þú bara keypti upp búðina? Það má segja það. Nú erum við komin í nýja þorpið. Þetta er einhver þróun í þessu. Hvernig, ég sé að húsin er allavega stærri. Er eitthvað annað sem að breytist? Já, það verður geysileg þróun allan tíman. Auðvitað var grundvallaratriði að kaupa húsin, en mjög mikið atriði eru trén. Ég held að í þessu þorpi sé svona hátt í 300 tré og svo skiptir líka skaplega miklu máli með allt mannlífið á göttunum. Það er fólk að dansa og það eru hestvagnar og það er margt að gera. Jú, fólk er að koma úr kirkju og allt mögulegt. Svo eru sumir á hestvagnum, aðrir á bílum og þetta skapar geysilegt líf. En þú ætlar að finna nýjar lóðir, er það ekki, fyrir næsta ár? Jú, það vantar með byggingalóðir og annars vegar þessi jólasvipur og hins vegar svo eins og horfum við byggingameistaranum og hér í skrifstofu hjá mér er kommóða og upp á henni er lítill hluti á jólaþorpinu, en svo hugkvæmdist mér núna bara nýlega að ef ég lifi ennþá 1 ár og er færum að setja þetta upp, þá myndi ég draga út eftir kommóðuna og setja plötu þar á. Það er þó nokkra byggingalóðir. En þetta skraut er mikið og þið takið það niður, ætlið að gera það strax í dag á 13. Nei, það sannleikur er sá að við þurfum verktaka til að taka þetta niður. Og hver er hann? Já, það er nú velið dóttir mín og hennar fjölskylda. Þannig að svo þarf að flokka þetta og koma þessu fyrir? Jú, og það er tölur vandi geymslupláss fyrir þetta. Þetta tekur alveg gríðarlegt pláss. En þetta verður svo sett, ef Guð lofar, upp á næstu aðventu, eða hvað? Það ætla ég að vona. Takk fyrir þetta og þakka fyrir að leyfa okkur að sjá þessi fallegu jólaþorp. Takk fyrir.